Borgarfulltrúi Vinstri grænna tilraunaverkefni sem lýtur að styttri vinnudegi. Það tekur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mig langar til að hefja mál mitt á að vitna í greinargerð með þingsályktunartillögu sem að þáverandi flokkssystur mínar lögðu fram á Alþingi árið 1993. Hún svo hljóðandi með leyfi forseta. Stytting vinnuvikunnar hefur kosti. Varla leikur vafi á að þörf á því að fjölga samverustundum fjölskyldunar. Mjög margir vinna langan vinnudag af illri nauðsyn. Samkvæmt lífskjarakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem kom út árið 1990 telja 36,1% Íslendinga að þeir vinni of langan vinnudag. Ef litið á fjölskyldur með börn fer hlutfallið upp í 40,4% hjá fólki, upp í 40,4% og hjá fólki í sambúð en 40,4% fyrirgefiði hjá fólki í sambúð en 51,1% hjá einstæðum foreldrum. Helstu ástæður sem upp eru gefnar fyrir því að foreldrar vilja styttri vinnudag eru vilji til að sinna áhugamálum fjölskyldu og börnum. Fjárhagur fjölskyldunar er ein helsta ástæða þess að fólk telur sig ekki getað minnkað við sig vinnu, 39% telja það megin ástæðuna. Ef einungis er litið til afstöðu kvenna til langs vinnutíma, kemur í ljós að 48,3% kvenna telja sig verða að vinna langan vinnudag af fjárhagsástæðum fyrst og fremst, tilvitnun lýkur. Þingsályktunartillagan laut að því að fela þáverandi ríkisstjórn að beita sér fyrir styttingu vinnuvikunar niður í 35 klukkustundir í áföngum og án kjaraskerðingar. Hún var flutt af þingkonum Kvennalistans, þeim Önnu Ólafsdóttur Björnsson, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Jónu Valgerði Kristjánsdóttur, Kristínu Ásgeirsdóttur og Kristínu Einarsdóttur. Þetta var árið 1993 en mér sýnist að fyrsta tillagan styttingu vinnuvikunar hafi verið sett fram á Alþingi árið 1987 og málið hafi margsinnis verið rætt þar síðan þá. Ég veit hins vegar ekki til þess að nein af ályktununum hafi verið samþykkt og ég get ekki séð það á vef Alþingis. En það er ekki bara Alþingi sem hefur fjallað þetta mál. BSRB ályktaði síðast árið 2012 að stytta bæri vinnuvikuna niður í 36 klukkustundir og lýðræðisfélagið ALDA hefur talað fyrir mjög róttækum tillögum styttingu vinnuvikunar. Það sem þau segja meðal annars að í ríkari löndum séu tengsl á milli tekju- og framleiðniaukningar og bættra lífsgæða og hamingju séu lítil. Aðrir þættir vegi hins vegar miklu þyngra heldur en áður í því að auka lífsgæði og hamingju og mætti þá sérstaklega nefna 3 þætti, félagsleg tengsl, jöfnuð og umhverfisgæði. Með því að stytta vinnutímann þá telur lýðræðisfélagið ALDA við okkur geta gert fólki kleift að rækta félagsleg tengsl, taka þátt í samfélaginu og njóta umhverfisgæða. Sömuleiðis sé stytting vinnutímans líkleg til þess að draga úr streitu sem hafi neikvæð áhrif á heilsufar og auka þannig lífsgæði. Lýðræðisfélagið ALDA gengur lengra heldur en BSRB og talar að það sé æskilegt að vinnuvikan verði stytt niður í 30 til 32 klukkustundir. Þau vilja að aukin framleiðni skili sér í fleiri frístundum hjá vinnandi fólki og þau vilja að þessum markmiðum verði náð þannig að kaupmáttur standist í stað eða aukist. Í Svíþjóð var samþykkt í borgarstjórn Gautaborgar í vor að fara í mjög sambærilegt verkefni við það sem ég ætla að leggja til hér, að velja einn eða fleiri starfsstaði til þess að prófa styttri vinnutíma og mæla árangurinn á hinum ýmsu sviðum. Það verkefni er komið í gang en niðurstöður liggja ekki fyrir. Toyota-verksmiðjan í Gautaborg hefur hins vegar þegar stytt vinnudaginn niður í 6 klukkutíma án launaskerðingar og afköstin hafa ekki mælst minni. Ég ætla sem sagt að tala hér fyrir tillögu í þessa veru og hún er svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að stofna starfshóp sem hafi það markmið að útfæra tilraunaverkefni styttingu vinnudags án launaskerðingar. Markmiðið með tilraunaverkefninu verði að kanna áhrifin á heilsu, vellíðan, starfsanda og þjónustuna sjálfa með tilliti til gæða og hagkvæmni. Velja skal starfsstað á sviði velferðar eða fræðslu þar sem starfsfólk vinnur undir miklu álagi.
Borgarritara verði falið að skipa starfshópinn en í honum verði auk kjörinna fulltrúa sérfræðiþekking á sviði vinnuverndar, lýðheilsu og mannauðsmála en fulltrúa frá viðkomandi stéttarfélagi verði hluti af hópnum þegar starfsstaðurinn hefur verið ákveðinn. Val á vinnustað og útfærsla verkefnisins verði svo lögð fyrir borgarráð fyrir 1. október næstkomandi. Tilvitnun lýkur. Þessi hugmynd sem sagt ekkert ný. Hún eldgömul, það hafa margir ólíkir hagsmunaaðilar sýnt henni áhuga og tilraunir eru víða í gangi. Áhugi hefur farið vaxandi meðal atvinnurekenda og verkalýðsfélaga á undanförnum árum hér á landi, enda sýna rannsóknir og tilraunaverkefni góðan árangur af þeim verkefnum sem þegar hefur verið farið í. Þetta það sem koma skal, kannski ekki á eftir eða á næsta ári, en í framtíðinni pottþétt. Reykjavík á að vera í fararbroddi þegar kemur að mannauðsmálum, lýðheilsu og velferð og við eigum að vera óhrædd við að prófa okkur áfram. Kostirnir við þetta eru mýmargir og ég mun ekki vera hér með tæmandi lista, en það segir sig sjálft að ef við fjölgum störfum, ef að fleiri koma inn á vinnumarkaðinn til þess að vinna styttri vinnutíma, að þá drögum við úr atvinnuleysi, við drögum úr streitu og bætum þar með gæði frítíma hjá fólki. Við fjölgum samverustundum fjölskyldunar og bætum þar líka þar sem að fólkið ekki eins þreytt og það ekki vanþörf á, enda sýna rannsóknir að samverustundir barna og foreldra eru mjög fáar á Íslandi og mun færri heldur en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þetta bætir starfsandann, þetta bætir þjónustuna, þetta dregur úr fjarvistum starfsfólks og þar með kostnaði vegna afleysinga. Ef verkefnið tekst vel, mætti þannig hugsa sér að bæta almennt lífsgæði í samfélaginu án þess að draga úr afköstum eða framleiðni eða skerða ráðstöfunartekjur fólks. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég vona að borgarfulltrúar annarra flokka taki vel í tillöguna og að við getum í sameiningu farið það að prófa okkur áfram við að bæta samfélagið, skapa fjölbreyttari atvinnutækifæri, auka jöfnuð og hagsæld og lífsgæði. Borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrú Oddný Sturludóttir óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara örstutt að koma hér upp og fagna framkominni tillögu frá Vinstri-hreyfingunni Grænu framboði. Mér finnst hún góð og mér finnst að borgin eigi að gera tilraunir og taka þátt í þeim tilraunum sem þegar eru í gangi, því það alveg rétt sem borgarfulltrúinn segir, það mjög margt í gangi og þetta svo sannarlega ekki sérstaklega frumleg hugmynd með fullri virðingu fyrir tillögunni. En borgarfulltrúinn kom sjálfur inn á það að þetta hefur verið mjög lengi í umræðunni. Við erum sífellt að sjá tölur og mælingar og mat á því hvernig framleiðni og vinnutíma fjöldi helst ekki endilega í hendur hjá okkur á Íslandi. Og svona mætti lengi telja. Mig langar sem innlegg í þessa umræðu að benda á að því við ræðum nú gjarnan leikskólamál hér í þessum sal og eigum að gera það og það okkar ljúfa og ríka skylda. Og þá gjarnan togast á nokkur ólík hlutverk leikskólans. Það þjónustuhlutverkið, hversu lengi hann á opinn, hvernig á lokið sumarfríinu, árópu og aðfangadag á gamlársdag og svo framvegis. Og náttúrulega gjaldið, það mjög stór hluti af þessari þjónustuhlutverk umræðu. Og svo þetta menntunarhlutverk leikskólans sem mikilvægasta hlutverki og félagslegt hlutverk leikskólans sem gríðarlega mikilvægt hlutverk líka. En í þessari umræðu á upplifa leikskólakennarar og þetta hafa bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sín, gjarnan mjög mikla togstreitu á milli þessara hlutverka af því að ákveðin hagsmunahópur sem eru foreldrar þrýsta á að leikskólinn sé svo mikið opinn og börnin komi ung inn og allt það. Það vegna þess að atvinnulífið dálítið ósveigjanlegt, vinnutíminn langur og það dálítil vinnuharka í gangi. Fæðingarorlofið líka allt of stutt, þetta þekkjum við mjög vel. En þegar að leikskólakennararnir sjálfir og stjórarnir eru spurðir hvað finnst þér að barn til dæmis 2 ára eigi að vera lengi á leikskóla og hvað finnst þér að barn 4 ára eigi að vera lengi á leikskóla, þá ber þessum fagstéttum saman að sá tími miklu styttri en sá tími sem raunverulegu tími okkar í dag. Hann mun styttri en opnunartíminn, hann mun styttri en raun dvalartími barna á leikskólum í dag. Auðvitað geta verið margar ástæður á bak við það bara vitum við, það alltaf vandi menntarannsókna og vandi starfendarannsókna og vandi svona viðhorfa í svona flóknum félagslegu samhengi eins og leikskóli og auðvitað eru kannski hagsmunir fagstéttarinnar á einhvern nátt, það talar þar frá öðrum sjónarhóli hugsanlega, heldur en til dæmis foreldrarnir sem eiga kannski ekkert endilega margra annarra kosta völ ef vinnutíminn til dæmis langur í þeirra umhverfi. En mér langaði bara að koma þessu inn í umræðuna
þannig að þessar raddir hugsanlega væri svona teknar með í reikningin þegar við eigum bæði nýlegar svona íslenskar rannsóknir sem benda til þessara viðhorfa þeirra sem starfa með börnunum allan daginn og einnig erlendar. Og það væri gaman að sjá þetta spilast saman í einhvers konar mati eða mælingu á verkefninu þegar það fer af stað að þessi þáttur verði skoðaður varðandi þá börn þáttakenda sem eru á leikskóla aldri. Þá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst til máls. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir góðir sem gætu verið að hlusta. Ég ákvað nú bara að koma aðeins upp í þessu umræðu, mér finnst hún áhugaverð. Mér er alltaf minnistætt fyrir 10 árum þegar ég var við nám í Gautaborg að alltaf þegar ég fór í fyrstu maígöngu að þá voru mjög margir með skilti á lofti þar sem stóð 6 tíma vinnuvika og ég man að mér fannst þetta fyndin hugmynd, fáránleg og í rauninni þarna einhvern veginn gekk bara út frá því að vinnudagur liti og þyrfti að vera 8 tímar eða meira og mér fannst þetta að vera eitthvað svo útópískt. En mér finnst gaman að við sem að fjalla þetta hér í dag. Það er búið að vera að fjalla eins þetta eins og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir kom inn á. Það er búið að vera að fjalla þetta í fjölmiðlum, samtök atvinnulífsins og iðnaðarins hafa tekið upp umræðu og þetta hefur komið ansi oft inn. Ég vissi þó ekki kannski að slíkar tillögur hefur legið fyrir allt aftur til ársins 1983 ef ég man rétt, 87. Mér finnst það mjög áhugavert en kannski hefur það ekki verið tímabært þá. Mér finnst mikilvægt að við höfum alltaf verið að skoða hvernig við vinnum og hvernig við störfum í okkar samfélagi eins og komið var inn á hér í tali beggja borgarfulltrúa sem við hér töluðum á undan að það hefur kröfur samfélagsins hafa breyst, fólk hefur meiri væntingar til að vera í frístundum með börnunum sínum eða geta sinnt öðru en bara vinnunni þótt að vinna sé auðvitað mjög mikilvæg og skemmtileg og gerir það sem við erum oft. En þá það þannig að vinnutími jú settur í ramma af mönnum, mannanna verk og þess vegna finnst mér þessi til á að vera margt áhugaverð. Kannski aðeins að því við erum að tala styttingu vinnutíma eða að skoða það og núna eins og borgarfulltrúinn kom inn á þá slíkt verkefni hafið. Starfsfólk sem starfar í öldrunarþjónustu í Gautaborg núna að prófa þetta til árs. En það sem mér minnistætt frá því að hafa starfað í Gautaborg líka að við erum kannski ekki nógu góð heldur í að bjóða upp á öðruvísi starfshlutfall og svo framvegis. Það einhvern veginn annarkvort vinnur maður fullt starfi eða ekki á meðan allavega vinir mínir sem eru margir með ung börn eru mjög margir hverjir í 60–70% starfi en þetta einhvern veginn bara eins og það sé ekki alveg í boði í okkar samfélagi. Þannig að ég held að þetta sé vert að skoða og að svo stöddu að því sögðu segi að þá fyrir hönd meirihlutans þá mun ég mæla með því að þessu verði vísað til borgarráðs til betri umfjöllunar og já, takk. Þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það allt satt og rétt sem að hér hefur komið fram. Ég verð reyndar að mótmæla því sem að kemur fram í ræðu borgarfulltrúa Eva Einarsdóttur mikilvægi þess að bjóða upp á sveigjanlegri vinnutíma og bjóða upp á hlutastörf. Eitt stærsta vandamál kvennabaráttunnar í Skandinavíu það að konum býðst eiginlega bara hlutastarf og það einhvern veginn gert ráð fyrir að þær séu hlutastarfsmenn og í því felst mjög mikil mismunun á vinnumarkaði. Við eigum að þakka fyrir að hér á Íslandi erum við ekki að glíma við þann vanda í jafnmiklum mæli og þar og ég hef bæði talað við þetta við flokkssystur mínar í Noregi og Svíþjóð og þar mikið verið að beita sér gegn þessu. Það nefnilega svo magnað samt það sem að borgarfulltrúinn sagði það að í kröfugöngu á 1. maí hefðu Svíar verið að tala fyrir styttri vinnudegi, styttingu vinnuvikunar.
Og sama gildir að í Noregi eru núna uppi leikskólakennarar eru mjög uggandi og það var ný rannsókn sem ég reyndar hef ekki séð en hef aðeins lesið ný rannsókn með leikskólakennara þar sem þeir hafa miklar áhyggjur af því hvað börn verja löngum tíma í leikskólum og hvað foreldrar vinna allt of mikið og eru allt of mikið frá börnum sínum. Samt það þannig á Íslandi vinnum við að meðaltali í hverri viku 6,4 klukkutímum lengur heldur en Norðmenn. Og ég velti því fyrir mér hvort að við ættum ekki bara að reyna að læra dálítið af Norðmönnum og taka okkur þau til fyrirmyndar, þó við kemumst ekki nema bara eitthvað nálægt því sem ástandið núna. Að þessu sögðu, og það líka allt satt og rétt sem að borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir kom inn á hér áðan að auðvitað þetta stórt mál fyrir leikskólana. Að því sögðu, að þá ætla ég nú bara að endurtaka hér orðið ræðu mína sem að virðist vera orðin af föstum lið, nei, ég kannski bara þá að hugsa að einmitt, hér er mikið táknmál í gangi og ég ætla þá bara ekki að endurtaka neinar ræður, heldur bara að taka undir það sem að þær hafa sagt hér, stöllur mínar, og þakka fyrir góða umræðu. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúi eftir að veita andsvar eða taka til máls. Taka til máls? Já. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar fyrst að bregðast við því sem að borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir sagði varðandi hlutastörfin og ég tek alveg undir það að það og þetta ekki að vera forsenda en enga síður finnst mér mikilvægt að velta því uppi að konur og menn hafi kost á því að vinna í minna hlutfalli ef þeir óska eftir því. En eftir að hafa sest niður og ráðfært mig við mína félaga, þá finnst okkur að það væri bara vel að verki að samþykkja þessa tillögu hér í dag. Þetta er bara góð tillaga og við eigum og bara til að hún komist í vinnslu sem fyrst, þá er best að hún sé samþykkt hér í dag. Þannig að það er það sem við mælum með. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu, þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og ber forseti tillögunu upp. Við langar að biðja borgarfulltrúum að stíga inn í borgarstjórnarsal. Þá er tillagan borin upp tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna tilraunaverkefni sem lýtur að styttri vinnudegi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma og fallegt. Við förum í